Svona nú. Það býð ykkur velkomin til fundar, 18. fundar sveitarstjórnar Rangárþings Ytra. Það fyrirliggjandi dagskrá. En áður en við göngum til hennar, þá ætlar Ágúst sveitarstjóri að segja ykkur nokkur orð það helsta sem hefur gerst með til fundar. Gjörðu svo vel, Ágúst. Já, takk fyrir það. Það hefur nú verið mest áberandi auðvitað fjárhagsáætlun og það sem að henni snýr og hún auðvitað á dagskrá hér í dag. Þannig að það kannski ekki, þarf ekki að fjölyrða það en auðvitað hefur verið líka, það hefur verið fundir í þessum samstarfsverkefnum okkar, brunavörnum, sorpstöðinni og fleirum. Það sem að menn hafa verið að undirbúa fjárhagsáætlanir næsta árs líka. Og síðan vorum við nú öll hér eða flest á SAS-þingi fyrir skömmu síðan sem haldið var í Vík og gekk vel. Þar voru einnig aðalfundir Heilbrigðiseftirlits Suðurlands og síðan auðvitað SAS og Bergrisans sem heldur auðvitað málefni fatlaðra á Suðurlandi. Og það kannski fréttnæmt af þeim vægnum að málefni fatlaðra eru í ákveðnum, hvað ég að segja, eru ákveðnum krossgötum því að þeir fjármunir sem að ríkið hefur sett í þennan málaflokk frá því að sveitarfélögin tóku þetta yfir eru af skortum skammti. Þannig að það vantar einar 120 milljónir upp á það að þetta gangi upp fyrir okkar svæði. Auðvitað eru það stóru sveitarfélögin hérna á svæðinu sem þurfa mest á fjármunum að halda í þetta en þetta lendir einnig á okkur, það alveg ljóst. Þannig að það lögð mikil áhersla á það að fá aukna fjármuni frá ríkinu í þetta verkefni vegna þess að það alveg ljóst að það vitlaust gefið. Síðan má nefna málefni heilsugæslunnar hér í Rangárþingi. Ég hef átt fundi með ásamt fleirum með forstjóra HSU í tvígang og núna síðast í gær. Og hér hafa menn alltaf áhyggjur af því að önnur heilsustöðin hefur verið lokuð frá því svo. Það að segja á Hvolsvelli. Og samkvæmt áætlunum sem lágu fyrir að þá átti að fara í að endurnýja hana rétt eins og gert var hérna á Hellu og opna hana síðan en það hefur ekki gerst enn en samkvæmt fundi sem við áttum hér í gær að þá að opna hana á mánudaginn og það verður sem sé þá breytinga einhvað síður en það ekki búið að framkvæma neitt eins og þannig að það alveg eftir sem átti að gera þannig að það var dálítið merkilegt. Það verður samkvæmt upplýsingum frá þeim að það á að gerast fyrir vorið. En hún verður sem sé opna núna á mánudaginn og staðarend málsins svo að heilsugæslan verður opin 3 daga í viku í Hvolsvelli. Þar verður eingöngu að ræða möguleiki á viðtali við lækni og hjúkrunarfræðing. En heilsugæslan hér mun verða opin 5 daga í viku. Og hérna munu þá sérfræðingar verða til viðtals og eins verður hérna ungbarnaeftirlit og mæðraskoðun. Þannig verður þetta fram á voru, þetta þessar upplýsingar sem við fáum. Þannig að hérna, og við sjálf sér fengum ekki upplýsingar hvert framhaldið yrði síðan á þessu. Þannig að það er litið á heilsugæslu hérna í okkar sýslu sem bara, í rauninni litið á þetta sem eina stöð sem starfar á með 2 starfsstöðvar og það þarf örugglega að fylgja þessu vel eftir og vera á vaktinni gagnvart þessu og þetta okkur mjög mikilvægt öllum hér. Síðan margt fleira að frétta útboð númer 2 í Lundi hjúkrunarheimili, það farið í loftið og tilbúið verða á opnuð ef ég man rétt úr leiðrétti við Margrét Harpa hvort það 27. nóvember. Já. Og þannig að þetta rífandi gangur í þessu og bara allt bendir til þess að við munum standast áætlun og geta opnað með pomp og prakt á réttum tíma.
þessa viðbót við Lund. Í þeim erum við mjög bjartsýn á það. Síðan, og þetta vitum við auðvitað, er stóra verkefni okkar hérna hjá sveitarfélaginu næsta ári, það er nákvæmlega þetta. Þetta er okkar fjárfrekasta verkefni, hvað fjárfestingu varðar, eins og mun komið í ljós hér á eftir þegar við förum að kynna fjárhagsáætlun. Nú, gaman að segja frá því og fylgir því mikið stolt að grunnskólinn á Hellu hlaut landgræðsluverðlaunin núna síðastliðinn fimmtudag við hátíðlega athöfn í Gunnarsholti. Þar fengur þetta fleiri svona verðlaun, meðal annars grunnskólinn á Hvolsvelli og bændur í Fljótshlíð sem þykja hafa staðið sig einstaklega vel í því að ræða upp afréttin sinn, og síðan kvikmyndatökumenn Ari Trausti og ég man nú ekki hvað hinn heitir. Valdimar Leifsson. Já, sem að hafa staðið sig vel í að mynda íslenska náttúru og vera með fræðsluþætti tengt landgræðslu. Þannig að við erum mjög stolt af þessu og óskum skólunum og skólanum okkar og nemendum innilega til hamingju með það. Og enda er það mjög merkilegt verkefni sem að hér er í gangi í landgræðslu sem skólinn hefur tekið þátt í og mun halda áfram að gera. Fleira er það ekki. Takk fyrir þetta, Ágúst. Þá göngum við til dagskrár og fyrsti liður í fjárhagsáætlun. Kara Viðarsdóttir situr fundinn með okkur sem gestur og meðan við förum yfir lið 1 og 2 með henni að þá slökknum við á upptöku. Við þökkum Klöru fyrir greina góða yfirferð með okkur undir liðum 1 og 2. Varðandi afgreiðslu á fjárhagsáætlun á lið 1 þá er tillaga að vísa henni til annarrar umræðu og það er samþykkt samhljóða. Sama á við lið 2, tillögur að gjaldskrá. Það er tillaga að vísa þeim til annarrar umræðu og samþykkt samhljóða. Síðan er tillaga frá álista við drög að gjaldskrá. Fulltrúar álista leggja til að veitt verði 4 tíma gjaldfrjáls vistun fyrir næst yngsta árgang í leikskólum sveitarfélagsins. Þetta er eitt af stefnumálum álistans og óskum við eftir að verði tekið tillit til þess við gerð fjárhagsáætlunar 2016. Og það er tillaga að vísa tillögunni til seinni umræðu og það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 3. Það er endurskoðun samninga Rangárþings Ytra og Ásahrepps. Tillögur að rammasamkomulagi og samþykktir fyrir Odda BS lagðar fram til fyrri umræðu. Tillögur að endurskoðun samþykktum fyrir Vatnsveitu, Rangárþings Ytra og Ásahrepps BS og Húsakynni BS lagðar fram og vísa til afgreiðslu á aukafundi í viðkomandi byggðasamlagi. Rammasamkomulagið og samþykktirnar fyrir öll 3 byggðasamlögin verða síðan tekin til síðari umræðu á fundi sveitarstjórnar þann 9. desember næstkomandi. Ingvar Karl, gjörðu svo vel. Já, óttindi, þetta er, gott að þetta skuli vera komið á þennan stað að klárast allt saman. Búið að vera mikil umræða og mikil vinna í gangi. En það sem að mér finnst vanta í umræðina er svona hvaða reiknireglur eða reikniforsendur í uppgjörum á byggðasamlögunum. Og ef að það væri hægt að koma með einhvers konar formúlu eða reiknilíkan sem að við gætum svona fengið til þess að meta þetta betur, að þá væri það mjög gott og við myndum langa að fá eitthvað slíkt í hendurnar fyrir næstu umræðu, fyrir seinni umræðu. Takk fyrir það. Ég er með tillögu. Ok.
að fulltrúar álista leggja til að sveitarstjóra verði falið að afla upplýsinga útreikninga á mismunandi útfærslum deilda og uppgjör á milli sveitarfélaganna, Rangárþings ytra og Ásarhrepps vegna fyrirhugaðs byggðasamlags fræðslumál 8BS og leggja fyrir næsta reglulega fund byggðarráðs. Og það smá greinargerð með þessu. Þar sem að verulega breytingar og rekstrarformi fræðslumála í Rangárþingi ytra er það að ræða, telja fulltrúar álista gríðarlega mikilvægt að fyrir liggi nákvæmur útreikningur á kostnaðarskiptingu milli sveitarfélagsins og Ásarhrepps áður en ákveðið er að ganga til samningu þennan málaflokk. Og undir þetta rita Yngvi Karl og Margrét Karl og Sigdís. Ágúst Gjörsvöld. Já, þetta er bara auðvitað hluti af þessu ferli öllu, þessi þáttur. Og ég á von á því að núna á milli umræðna þá bæði eigum við nú auðvitað eftir að ganga frá tillögum að þjónustusamningunum og það séu komnar bara verulega langt sko. Og við erum ekki með þar hérna, þetta er bara verið að vinna í því áfram, en ég á von á því að viðræðunefnd til dæmis þurfa að funda núna á milli funda. Það er eðlilegt að hún taki þetta af því hún er með málið og örugglega hafa allir áhuga á því þar og ég sé ekkert að því og bara, ég menn þetta þarf að koma fram og það er bara hið besta mál. En ég vil kannski upplýsa þá það leið að við höfum verið í heimavinnu svolítið með þjónustusamningana og þannig að sem að þarf að leggja fyrir viðræðunefndina núna sem allra fyrst til að skoða þjónustusamninga fyrir byggðasamlögin þá annars vegar sem eru auðvitað tillögur sem að stjórnir byggðasamlagana þurfa auðvitað síðan bara fjallum og síðan samningu milli sveitafélagana tveggja og það er búið að einfalda eða þessi tillaga sem að liggur þá á borðinu sem við þurfum að fara að skoða það er aðeins einföldun. Þetta voru margir þjónustusamningar og búið saman þetta bara í rauninni í eitt samning og búið að fara yfir og í rauninni komnar fram tillögur hvernig á að deila kostnaði. En þetta er bara ágætt mál. Þetta er bara akkurat það sem ég leit á að væri í gangi og ég taldi að viðræðunefnd Rangárþings ytra og Ásarhrepps hefði falið endurskoðanum Auðinn hjá KPMG að fara yfir þetta og ég er í þeirri trú að við séum að bíða eftir upplýsingum frá honum og við munum fara í þessa vinnu og klára þetta núna á milli umræðna. Ég held að það sé bara klárt, þannig að þetta er bara auðvitað sjálfsagt mál að það sem er í gangi. Fleiri? Kannski bara aðeins viðbót og það er bara fínt að þetta komi líka fyrir byggðarráðið okkar bara þannig að það er að fjalla um það líka. Þannig að það viðræðunefndin þurfti bara að hittast áður við erum búin að fjalla um þetta. En byggðarráðsfundurinn er í mann rétt 28. nóvember. Þannig að þetta er allt bara það er á að vera tími fyrir þetta allt saman. Þetta er allt á þessu róli en það þarf að vinna vel í þessu til að klára þetta og þetta náðast fyrir þessa tímál. Ég vil kannski benda á eitt í viðbót varðandi af því að það eru auðvitað tvö þessum byggðasamlögum eru til, Húsakynni og Vatnsveitan og þar þarf auka aðalfund til þess að fara nákvæmlega eftir samþykktunum til þess að það er auka aðalfundur eða aðalfundur sem getur breytt reglum eða samþykktunum og það er búið að leggja drög að því að það verði auka aðalfundir 23. og 24. nóvember þannig að þetta á alltaf geta gengið. Gott mál, takk fyrir það. Þá ber ég upp tillögu sem ég las áðan, gera þetta bara í tvennu lagi að vísa þessu til annar umræðu 9. desember. Þeir sem að geta samþykkt daggeðmerki, en samþykkt samhljóða og síðan er það tillaga álistans sem Yngvi Karl gerði grein fyrir og
og ég les ekki upp hættunni, þeir sem að geta samþykkt hana, gefimerki, samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 4. Samþykktir Rangárþings ytra endurskoðun. Endurskoðuð útgáfa af samþykktum fyrir sveitarfélagið Rangárþing ytra lögð fram og gild. Lagt til að samþykktirnar verði teknar til seinni umræðu á næsta fundi sveitarstjórnar þann 9. desember næstkomandi. Þetta þetta samhangandi hinu að ef þetta gengur eftir, að þá þurfum við að uppfæra samþykktirnar miðað við það og eingöngu leiðrétting á þeim. Orður lausn þetta. Ágúst, Jú, ég vil bara taka fram að þetta sem sé eins og nefnilegt bara til þess að fylgja hinu eftir þannig að samþykktirnar okkar séu í takt. En svo ein breyting þarna líka sem að var bara, sem hefur orðið útundan hjá okkur þegar við endurskoðum samþykktirnar í fyrra. Og það var þarna bara ekki nógu nákvæmt orðalag varðandi fulltrúa starfsmanna í stjórn Lundar. Það nú búið að leiðrétta það líka. Takk fyrir það. Fleiri hafa ekki hvað sér ljós. Þeir sem að geta samþykkt þetta gefimerki, samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 5, þjónustusamningur við KFR, endurnýjun. Það tillaga að vísa málinu til íþrótta- og æskulýðsnefndar til umfjöllunar. Einhver sem vill hvað sér ljós þetta? Ágúst Skarsveld. Já, bara benda á það að þetta aðeins breyttur samningur frá samningnum sem að renna út. Í fyrsta lagi hærri upphæð sem að ræða og aðeins öðruvísi texti. Þannig að það þyrfti þá að fara auðvitað fylgja með gamla samningu til íþrótta- og æskulýðsnefndar, tómstundanefndar segi. Já, ég las aðeins í honum og það var ekki endilega skýrt að þetta væri upphæð per ár eða upphæð per samningstíma. Það er hægt að skerpa kannski örlítið á þeir í einni greini. Það er við það. En þeir sem geta samþykkt að vísa málum til íþrótta- og æskulýðsnefndar gefimerki, samhljóða. Þá fyrir við í lið 6, umsókn og styrk til HSK 2016. Það er einnig tillaga að vísa því máli einnig til íþrótta- og æskulýðsnefndar til umfjöllunar. Og sem eru kveðið sem ljós það. Svo er ekki þeir sem geta samþykkt það gefimerki, samþykkt samhljóða. Þá fyrir við í lið 7, óskum styrk á móti húsaleigu. Það kemur nú ekki fram alveg í textanum. Þetta er Ágúst. Já, þetta í rauninni samskonar, þetta þessi skötuveisla sem fór á stað í fyrra. Tókst ágætlega var haldin upp á Laugalandi en þá stóð til að halda þetta í íþróttahúsinu á Hellu en þá munum hvernig það fór alltaf flott. Og nú að endurtaka leikinn, þetta þessi styrktar samkoma og tillagan í rauninni svo að skilgreina þetta sem menningarlegan viðburð sem ekki í hagnaðarskyni fyrir þá sem að halda þetta, heldur þetta til styrktar hestamannafélagunum getum við sagt, sem að reka á Rangárbanka og að þetta væri þá algjörlega sambærilegt við þann styrk sem að til dæmis þorrablót og kartöfluball slíkir viðburðir hafa fengið. Þannig að það er greitt fyrir þetta en það er ákveðin afsláttur veittur af húsaleigunni. Og þetta var gert svona, þetta var sem sé afgreitt svona í fyrra líka. Það er sem tillaga að leigja aðstandendur salinn á sömu kjörum og tíðkast hefur fyrir uppákomur á svipuðum menningarlegum toga. Þeir sem geta samþykkt þetta,
gefið merki. Verður þú byggðum orðið? Já, takk. Margir tarpa að gera svo vel? Bara ein, ég held ég hef nú gert þessa sömu athugasemd í fyrra en hvort það mætti ekki samt setja inn hvaða upphæð þetta per miða. Bara svona, þetta er ekki rétt, þetta er einhverju 100 kallar per miða sem að þorrablótin og kartöfluballið er að greiða. Hvort að við ættum að hafa upphæðina það inni, bara svona upplýsandi fyrir það sem er að halda þetta. Takk fyrir það, en snýst það ekki eitthvað það, hvað mæta margir? Þeir tala per miða. Gjör svo vel. Þetta er bara ágætis ábending, en ég verð þá að biðja fundarhlið og hringja í Þórhall til að, ég held að þetta sé 260 krónur í mannrétt, en ég er samt ekki alveg viss. Þannig að þetta er bara algjörlega sambærilegt við það sem að Ábending frá Margréti. En þetta er bara að gera að hafa þetta á hreinu, sko. En þeir sem að geta sagði þessa tillögu, gefið merki. Samfylgt samhljóða. Þá voru komin lið 8. Erindi sveitarstjórnar frá Sandfelli og það er tillaga að vísa málinu til fjárhagsnefndar 2016. Orðuðlaust það. Engi hvað þessu ljós, þeir sem að geta samþykkt að gefið merki. Samfylgt samhljóða. Fyrir við lið 9. Umsókn til sýslumanns endurnýjun rekstrarleyfis á íþróttamiðstöðinni á Hellu. Það tillaga sveitarstjórn geri ekki athugasemd við veitingu leyfisins og er væntanlega samþykkt samhljóða. Þá fórum við í lið 11, strútur umsókn vegna rekstrarleyfis. Það tillaga sveitarstjórn geri ekki athugasemd við veitingu leyfisins. Það er væntanlega samþykkt samhljóða. Við taka 10 líka fyrir gjöðu. 10 er eftir. 10. Nú er stökk yfir það, já. Ég ætla að fara í það hann mildiðinni. Dalakofi, Reykjadölum, umsókn vegna rekstrarleyfis. Og það tillaga sveitarstjórn geri ekki athugasemd veitingu rekstrarleyfisins samanber 9 og 11. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 12. Beindalsholt, umsókn vegna rekstrarleyfis og það er eins tillaga sveitarstjórn geri ekki athugasemd við veitingu leyfisins. Samþykkt samhljóða. Liður 13. Byggðarráð Rangárþings Ytra 15 minútur. Vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. 13.1. Fjárhagsáætlun 2015 viðauki 5 vegna sölu eigna og tilflutninga innan fjárfestingaráætlunar. Niðurstaða byggðarráðs gerði tillaga að viðauka 5 við fjárhagsáætlun ársins 2015 viðbótar fjármagn til fjárfestingar að upphæð 31.500.000 á móti þessum kostnaðarauka kemur sala á eignarhlut Rangárþings Ytra í Þykkvabæjar hf, sala á fasteign í Þrúngi 36a og sala á landspildu úr skinnum 1,4 hektarar. Samanlagt sölu verðmæti er krónur 38.150.000. Viðauki þessi kallar ekki á auknar fjárheimildir. Það er tillaga að samþykkja viðauka 5 við fjárhagsáætlun ársins 2015. Einhver sem vil eitthvað þessi ljósa þetta. Svo er ekki. Þeir sem geta samþykkt þetta gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Það voru 13.2. Kauptilboð Nes 2. Við fallið frá forkaupsrétti. Í staðfesta þarf sveitarfélagi fallið frá forkaupsrétti. Niðurstaða byggðarráðs tillaga að sveitarfélagið fallið frá forkaupsrétti að þessu sinni. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu byggðarráðs. Einhver sem vil kveða sér ljós þetta. Svo er ekki þeir sem geta samþykkt þetta gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er liður 14. Byggðarráð Rangárþings Ytra 16. fundur. Vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. 14.1. Kauptilboð Landspilda, Austurfæjamýri og fleira. Borist hafa 2 tilboð
í landspildur í eigu sveitafélagsins úr Norður Nýjabæ, Austurbæjarmýri og fleira. Það einhverja gránýjar upplýsingar þessu, Ágúst? Já, þetta sem sé, það hefur verið 2 tilboð þannig í þessi lönd okkar úr Norður Nýjabæ, reyndar ekki aðeins mismunandi í hvaða spildur, en þetta skarast einhvað síður, þannig að við verðum að skoða þetta í samhengi. Og síðan hefur borist sem sé tilboð í öllar spildurnar, þar að segja allt þetta sem við eigum úr Norður Nýjabæ, og sem eru 5 spildur, og síðan 5 spildur áætlustæri 44,5 hektari ásamt hlutdeild í svokallari Austurbæjarmýri. Og þetta tilboð sem að gengur lengst og hæsta tilboðið, þetta það ekki verið. Það tilboðið på 16 milljónir í þetta land sem að gerir það bil 300.000 í hektara landsins. Og þannig er þetta nú bara einfaldlega. Akkurat, takk fyrir það. Einhver sem veit hvað sem ljós þetta? Yngvi Karlsson? Hérna, var þetta á póstforritinu? Ég nefnilega kemst þetta á póst. Já, til að sjá. Já. Ég sko að kalla þetta hérna fram bara. Já. Viltu sjá sem sé þetta tilboð hérna sem að hefur borist? Það er bara svona. Þetta barst bara í morgun í rauninni, fyrst bara munnlega en síðan fengum við tölvupóst með þessu, og þetta er sem sé frá Steingrími Erlingssyni fyrir hönd Biokraft. En hann var, sem sé, það er annar af þeim sem hafði verið að gefa tilboð í þetta. Þannig að þetta er auðvitað fréttir. Og það má kannski bæta því við bara til að meðan að fólk er að skoða þetta að þessar spildur okkar hafa þetta verið til sölu mjög lengi og verið á heimasíðu okkar til langs tíma og við höfum verið að reyna að selja þetta. Þannig að hér hefur borist tilboð í þetta allt saman og á þessu verði sem að verðum að teljast ágætt. Anna María Ekkertsson. Takk, og þetta, hvenær rennur þetta, er þetta sem sagt svona formið tilboð, hvenær rennur þetta út? Er það eitthvað svona ákveð? Nei, það rennur bara ekkert út, það er bara tilboð í þetta bara. En þetta er sem sagt það fyrir hönd Biokraft, er það ekki? Já. Já. Undir þetta er frá Steingrími Erlingssyni. Fyrirsvarsmanni Biokraft. Já. Ekki fleiri sem veit Björnsson það. Kannski ekki. Margrét Harpa Björnsson. Kannski spurninga að þetta fari inn sem, að maður fá þetta inn sem fundargagn að fá þetta svona formlega, ekki bara hérna upp á skjá. Eða þá ef að formlegt tilbúð berst svona, formlegra, þar að segja. Þetta er náttúrulega bara tilbúð gott og gilt, en að við höfum kannski eitthvað í höndunum sem almennur sveitarstjórnarmaður, takk. Takk. Ekki fleiri. Það er tillaga að heimila Ágústi Sigurðssyni sveitarstjóra að ganga að tilboðinu og ganga frá sölunni. Þeir sem að geta samþykkt það, gefið merki. Samþykkt. Þá förum við í 14.2. Kauptilboð Landspilda Skinnar við Brekku. Bændur í Brekku í Þykkabæ hafa óskað eftir að kaupa 0,415 hektara spildu úr landi Skinna sem liggur að býli þeirra og þau hafa nýtt undanfarin ár. Kauptilboðið er 415.000 krónur. Byggðarráð leggur til að ganga að kauptilboðinu
og sameina landsbinduna heimalandinu og brekku. Engin hlunnindi fylgja spildunni. Það tillaga að staðfesta niðurstöðu byggðarráðs. Einhver sem vilja kveða sér ljós þetta. Svo ekki þeir sem geta sagt þetta gefimerki. Það samþykkt samhljóða. Þá eru komin lið 15. Samráðsnefnd Rangárþings 1 og Ásarhrepps 7. fundur. Fundargerðin lögð fram til kynningar. 16. Hálendisnefnd 1. fundur. Vísaði til umfjöllunar einstakar liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Erindisbréf nefnda endurskoðun. Lögð fram tillaga að erindisbréfi fyrir hálendisnefnd eftir umfjöllun í hálendisnefnd. Tillaga að staðfesta erindisbréfið. Einhver sem vilja kveða sér ljós þetta. Ágúst Gjörsvein. Já, kannski bara vekja athygli að það hann inn í textanum ennþá tvær athugasemdir sem við þurfum kannski bara aðeins að taka afstöðu til áður en þetta borið undir atkvæði. Og hvað þetta? Það sem sé nefnd þegar í vinnu hálendisnefndar þá sem sé var þetta það sem var eftir í skjalinu. Annars vegar velta menn þar fyrir sig hvað hálendi, hvenær erum við á hálendi og hvenær ekki. Það svo sem gat nú ekki svara því en allavega þá þurfum við það ekki hægt að hafa þetta hann inni allavega. Og síðan var býttu við hitt var nú eitthvað einfaldara held ég. Já, sem sé það nú bara varðandi svona formsatriði eins og fundargerðir og sérstaklega fundargerðarbók og þannig að þetta sé bara í samræmi við samþykktir. Það nú kannski einfalt að bæta því við. En hann kannski aðalega þetta hvað telst vera hálend og hvað ekki, og ég veit ekki hvort að fólk hefur skoðanir á því. Hálendisnefnd heitir það, en er þetta ekki bara einhlít að þetta sé þjóðlendur? Er það ekki það sem að málið hefur snúist alla tíð? Haraldur Gjörsvein. Ég held að það sé nú kannski ekki alveg einhlít með að þetta sé bara þjóðlendur. Það getur nú verið eitthvað færra. Væri ekki hægt að miða við bara það sem yfir 200 metrum í sjávarmáli. All land í byggð í þessu sveitarfélagi undir 200 metrum. Það sé nokkurn veginn klárt. Fer þetta ekki nokkurn veginn saman? Jú, ég held það svona meir og minna En ekki meina það. Mér finnst það kannski skipta máli aðalega í þessu það kann að vera einhver einkalönd einhvers staðar séu yfir 200 metrum, ég veit það ekki. Jú, ég hugsa nú að kringum Heklu og eitthvað einhver lönd, já, kringum Heklu og kannski einhver lönd sem að sveitarfélagið á inn á Rangárþing gæti verið 200. En annars þetta þjóðlendumörkin eru skýr. Já. Og í praxís hefur það alltaf verið þannig. Já, það mætti náttúrulega alveg miða við það Þá held ég að það hefur alltaf tíð miðast við afréttarmörkin. Sem að auðvitað eru af þjóðlendum. Það er sennilega auðveldast að hafa það bara afréttara. Þeir eru skilgreindir. Í raun og veru það. Bara nefndin fer með mál sem tengjast afréttarsvæði eða landsvæði afréttana hinna sveitarfélagsins. Það er ekki meining. Það er ná utan þetta. Er þetta betri til hug? Þetta þarf þetta helst að vera skýrt. Ágúst. Mér dettur í huga því við erum ekki alveg kannski viss hvort þetta megi vera að jafnaði eða eitthvað slíkt. Já, vel orðað.
Það sem sé bara að jafnaði átt við. Já. Ef eitthvað skarast þá bara eðlilegt að hafa samráð. Það er ekki hægt að ganga frá því þannig. Jú. Stingur því inn sem tengjast að jafnaði landsvæði innan afréttar sveitarfélagsins. Ég er að reyna það. Þú lagar þetta bara, þetta er skilningurinn. Já, ég laga þetta bara eftir fundin. Þeir sem að geta samþýtt erindis, Margrét Arnbjörnsson. Ég hef eina spurningu, það er í 7. grein. Varðandi fjölda, sko, að þau eigi sjaldnar en 4 sinnum á ári. Það er bara spáðið svona hvort að þetta sé, hvað er þessi nefnd að funda oft, svona núna, og hvernig þessi tala er fundin út, að ég ekki vera færri en 4 fundir á ári. Og svo líka var ég að spá í með það er líka í 7. grein, þá er talað að boða skal til funda, hvernig boða til funda og fundabúði skal af jafnaði fylgja afrit þeirra erinda sem eru til umfjöllunar. Sko, okkur að jafnaði, ég veist að að jafnaði svolítið ofaukið. Þetta ætti bara að vera boða skal til funda með skriflegu fundabúði og tölvupósti og því skal fylgja afrit þeirra erinda sem til umræðu er. Það á ekki að vera jafnaði. Það á ekki að vera valkvætt hvort að komi fundargögn með erindum eða ekki. Ef það eru til fundargögn, að þá eigi þau að koma. Ekki að jafnaði. Það er bara, kannski að taka það út. Færa að jafnaði hérna upp frekar, í hálendi. Já, einmitt. En þetta er svona pæling bara, það á ekki að vera að jafnaði. Þetta er bara, hugsið það. Og saman þetta, hvernig þessi fjöldi funda er fundin út. Tökum undir þessa breytingu, má ekki bara þessi 4 fundir halda út. Sjáum það núna að það er liðið rúmlega ára af kjörtímabilinu og nefndin að halda sinn fyrsta fund. Verðum ekki bara að treysta nefndinni til að meta það sjálf bara hvað hún þarf að funda oft. Þú ert að skilir hún verða að funda 4 sinnum á ári, þannig stendur það. Það er gott ef að það er ekki erindi til þess. Ágúst Svo er þetta frábæra orð að jafnaði. Já, þarna má það kannski vera. Það vilja kannski hafa eitthvað bara svo að séu haldnir, sko, það sé eitthvað starfsemi í gangi. Og ég veit 4 sinnum er náttúrulega afstætt, sko. Að jafnaði, hafa það bara nógu víða. Eigi sjaldnar en 4 sinnum á ári. Almenna reglan er svo eða eitthvað slíkt. Já, nefndin heldur fundi þegar verkefni liggja fyrir, mér finnst það nú bara ágætt. Er það ekki bara, eða nú? Þetta er náttúrulega bara tillaga frá þeim. Og ef þeir hafa efni í 4 fundi árið, þá er það bara því besta mál. Það er frjálst, þeir hafa það, þeir meta það. Er það ekki fínt bara? Sammála þessar breytingar sem við höfum rætt. Já, það er alltaf henni góða en liður. Og orða þetta kannski aðeins opnara með þessa 4 fundi. Já, þeir meti það bara. Já. Þeir með halda 4 fundi og 6 eftir þörfum. Já. Það er ekki það bara. Kannski ef við viljum halda virkni í nefndum, þá kannski er alltaf að segja 2 á ári eða 1 sinni á ári, bara þannig að það sé ekki, líði ekki ár og ár og það er aldrei funda. Bara til að, en þetta er bara hugræðing, já. Já, ef að nefnd kemur ekki saman árum saman, þá þarf nú að bara hugað mikilvægi hennar. Og það hafa nú verið lagðar niður nefndir þegar að það hefur komið í ljós að þeir hafi ekki verið nauðsynlegar og ekki ástæða til þess. En þetta er mjög mikilvæg nefnd og hálendi er náttúrulega eitthvað sem við erum að fjalla hér stöðugt. Skiptir máli. En ég er sammála því, mér finnst þetta að vera óþarfi að tiltaka nákvæmlega hvað hún á að hittast oft, en ég held að það sé gott að standi að hún eigi að hittast allavega árlega. Já, kannski alltaf eigi sjálfna en 1 sinni á ári. Því að nefndin getur haft frumkvæði að og við viljum það. Þetta var ekki bara breytt í samræmi við. Þá Það er aðra fundurum. er ég
upp erindisbréfið eins og það liggur með áorðnum breytingum en ræddar hafa verið á fundunum, allir eru sammála þeir sem geta samþykkt erindisbréfið með þeim gefimerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 16.2 Friðland að Fjallabaki. Þeir fengu til sín spurningar 2 sem vísum til þeirra frá nefnd sem að skoða Friðland að Fjallabaki og þær eru svona spurningar eitt mikilvægi friðlandsins fyrir ferðaþjónustu og 2 möguleg stækkun friðlandsins. Niðurstaða hálendisnefndar. Hvað spurninga 1 varðar, þá telur nefndin að friðlýsingin af Fjallabaki hafi oftast haft nokkuð jákvæð áhrif á ferðaþjónustuna. Skynsamleg nýting getur nýst ferðaþjónustunni enn frekar á komandi árum. Það er álit nefndarinnar varðandi spurningu 2 að hún telur hugmyndir stækkun friðlandsins vera afar óljósar og ekki tímabærar á þessu stigi. Ekki liggja fyrir neinar rannsóknir á aðstöðu og þörfum hagsmuna aðila með stækkun friðlandsins í huga. Nefndin óskar eftir frekari kynningu á þeirri vinnu sem fram hefur farið varðandi endurskoðun á friðlýsingarskilmálum fyrir friðlandið að Fjallabaki. Og þetta eru bara fínar ábendingar og þegar að það er komið svona eitthvað tryggjastykki í hugmyndir hvaða leiðir getur verið færar með stækkun friðlandsins af Fjallabaki að þá er þetta eðlilegt að leggja það fyrir hálendisnefndina til skoðunar áður en ákvarðanir eru teknar. En það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu hálendisnefndar. Er einhverju sem vilja tjá sig þetta? Svo er ekki þeir sem að geta samþykkt það gefimerki. Það er samþykkt samhljóða. Það er 17 vinnuhópur framtíðarskipulag landmannalauga. Fyrsti fundur vísaði til umfjöllun einstakar liði en fundargerðin að öðru leyti til kynninga. 17.1 landmannalaugar, fjármögnun deiliskipulags 2015. Sótt hefur verið 12 milljónir til framkvæmdasjóðs ferðamannastaða til undirbúnings deiliskipulagi. Þetta er lagt fram kynningar. Hefur verið í deglunni eins og við veitum. Það er 17. Landmannalaugar, samningur við vinningshafa. Vinnuhópurinn leggur til að sveitarstjóra verði falið að ganga til viðræðna við vinningshafa þeirra aðkomu að deiliskipulaginu og það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu vinnuhópsins. Orðið lausna þetta. Þetta er bara eðlilegt framhald af því sem verið hefur. Þeir sem að geta samþykkt þetta, gefimerki, það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 18. Skipulagsnefnd Rangárþings ytra 87. fundur. Vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. 18.1 Unhóll leita að landskipti. 2 lóðir. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við áformu landskipti. Sveitarstjórn staðfestir niðurstöðu skipulagsnefndar. Ef að þið hafið einhver athugasemdir þetta eins og venja þá gerir þið mér viðvart. 18.2 Strútslaug deiliskipulag. Skipulagsnefnd telur að þar sem svæðið liggur að mörkum 2 sveitarfélaga Skaftárhrepps og Rangárþings ytra þurfi sveitarstjórn Skaftárhrepps einnig að fjalla erindi. Skipulagsnefnd telur
að umrædd framkvæmd sé minniháttar og ekki þess eðlis að hún kalli á mat og umhverfisáhrif, en nauðsynleg til þess að koma í veg fyrir frekara tjón á náttúruminjum af völdum vatnavaxta. Skipulagsnefnd samþykkir því tillöguna fyrir sitt leyti og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Sveitarstjórn staðfestir niðurstöðu skipulagsnefndar. 18.3. Múli í Landsveit, deiliskipulag. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við framkominni athugasemd og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til endanlegrar afgreiðslu. Sveitarstjórn staðfestir niðurstöðu skipulagsnefndar. 18.4. Ársel og landi Neðrasels, deiliskipulag. Skipulagsnefnd telur að þar sem umsögn frá Umhverfisstofnun hefur ekki borist í umsagnarferli tillögunnar skuli farið eftir fyrri umsögn þeirra frá fyrra ferli þar sem ekki voru gerðar neinar athugasemdir. Skipulagsnefnd samþykkir því tillöguna og leggur til að hún verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Það er tillögum að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu skipulagsnefndar. 18.5. Búrfellsvirkjun, deiliskipulag. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við fyrirliggjandi tillögu. Það er tillögum að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu skipulagsnefndar. 18.6. Landsnet, Sprengisandslína, matsáætlun. Skipulagsnefnd leggur til að skilyrt verði að samhliða matsáætlun fyrir Sprengisandslínu verði einnig lögð fram matsáætlun vegna umhverfismats varanlega veglegningu Sprengisand. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu skipulagsnefndar. 18.7. Beindarsholt, deiliskipulag. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá lýsingu þar sem skipulagsáætlun samræmi stefnu aðalskipulagsins. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu skipulagsnefndar. 18.8. Rangástígur 8, byggingaleyfi. Skipulagsnefnd samþykkir erindið með fyrirvara að erindi verði grenndarkynnt lóðarhöfum við Rangástíg og felur byggingafulltrúa að gefa út byggingaleyfi þegar fullnægjandi gögn hafa borist. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu skipulagsnefndar. 18.9. Kaldárholt, Getastaðir framkvæmdaleyfi fyrir Sverun hitaveitulagnar. Skipulagsnefnd samþykkir í samræmi við 13. grein skipulagslaga nr. 123/2010 að veita framkvæmdaleyfi til Veitna OHF fyrir Sverun á hitaveitulögn. Skipulagsfulltrúa er falið að gefa út framkvæmdaleyfið. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu skipulagsnefndar. Þá fyrir við lið 19. Stjórn tónlistarskóla Rangæinga, 144. fundur. Fundargerðin lögð fram til kynningar. Það liður 20. Samband íslenskra sveitarfélaga, 831. fundur. Fundargerðin lögð fram til kynningar. Það liður 21. Vatnssveita, 31. fundur stjórnar. Fundargerðin lögð fram til kynningar. Það liður 22. Vatnssveita, 37. fundur stjórnar. Fundargerðin lögð fram til kynningar. Það er 23. SAS, 499. stjórnarfundur. Fundargerðin lögð fram til kynningar. 24. Lundur, stjórnarfundur nr. 15. Fundargerðin lögð fram til kynningar. 25. Lundur, stjórnarfundur 16. Fundargerðin lögð fram til kynningar. Liður 26. Samtök orkusveitafélaga, 22. stjórnarfundur. Fundargerðin lögð fram til kynningar.
27. Bygging leiguíbúða. Það er tillaga að skoða máli frekar og sveitarstjóra falið að sækja boðaðan fund fyrir hönd sveitarfélagsins. Orðið laust þetta. Engin kveður sér ljós, þeir sem geta samið þetta gefumerki. Samhljóðan. 28. Hluthafafundur Suðurlandsvegar 1-3 EHF. Lagt fram til kynningar. 29. Ársfundur Umhverfisstofnunar og náttúruverndarnefnda. Lagt fram til kynningar. Þá er dagskráin tæmd. Fleira er ekki á dagskrá og að loknum frágangi undirskrifta fundargerð segi ég fundi slitið.